Rússar drápu að minnsta kosti 12 manns og særðu tugi annarra í loftárásum á Kív í nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu í næstum ár. Íslendingur sem býr í borginni leitaði skjóls á baðgólfinu. 3 menn sem grunaðir eru 2 hópnauðganir eru á bannlista á skemmtistað sem þeir sóttu reglulega. Eigendur skemmtistaða í miðbænum hafa verið varaðir við þeim. Isavia hefur ráðið starfsmann til að hafa eftirlit með leigubílastæðinu á Keflavíkurflugvelli til að ná stjórn á ástandi sem þar hefur ríkt. 100 leigubílstjórar hafa gerst uppvísir að brotum. Íbúar í 2 hverfum á Akureyri hafa kvartað ótal sinnum vegna eignaspjalla, hávaða og innbrota sem tengjast íbúðum fyrir fólk með fjölþættan vanda. Bærinn vill dreifa úrræðunum betur. Og blíða og birta var víða í dag á sumardaginn fyrsta. Ungir veðurspekingar segja að sumarið verði gott og komi eftir smá stund. Ég ætla að borða popp og kandilól og ætla að skemmta mér. Gott kvöld og gleðilegt sumar. Minnst 12 voru drepnir og tugir særðust í mannskæðustu árásum Rússa á höfuðborg Úkraínu í tæpt ár. Bandaríkjaforseti skipar Pútín að hætta árásum. Íbúar í Kív telja sig jafnan óhulta. Árásir eru tíðar en yfirleitt ná loftvarnarkerfi að bæja þeim frá. Svo var þó ekki í nótt. Árásirnar voru gerðar með drónum og eldflaugum og beindust bæði gegn íbúðablokkum og atvinnuhúsnæði. Eyðileggingin er víða algjör. Þótt Rússar hafi gert nokkrar mannskæðar árásir á aðrar borgir í Úkraínu síðustu vikur, jafnvel drepið tugi í stöku tilfellum, þó hefur svo mannskæð árás ekki verið gerð á Kív síðan í júlí í fyrra. Þetta er Ljúdmíla. Hálf nýrað móðurinnar var drepin í árásunum í nótt. Ljúdmíla segir móður sína hafa enn verið í fullu fjöri og alls ekki átt að deyja strax. Я ненавиджу Росію, я ненавиджу їх президента. Forseti Úkraínu var í opinberri heimsókn í Suður Afríku að afla stuðnings í heimsálfu þar sem áhrif Rússa aukast jafnt og þétt. Hann fer þó fyrr heim en áætlað var vegna árásana. Árásir Rússa koma beint ofan í friðarumleitanir sem verða sífellt meira taugatrekkjandi. Stjórnvöld í Bandaríkjunum segja að ef Rússar og Úkraínumenn semji ekki strax, séu þeir hættir að reyna að miðla málum. Zelenský sagði fundi gærdagsins uppbyggilega. Вона закінчилась не розбіжностями, а все одно бажанням працювати далі. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna sem sakar Zelenský að vilja framlengja stríðið í stað þess að samþykkja vopnahléstillögur, segist óánægður með árásir næturinnar. Þær séu gerðar á viðkvæmum tíma. Hann sendi Rússlandsforseta skýr skilaboð á samfélagsmiðli sínum Truth Social. Vladimir, hættu. Og meira af þessu því Óskar Hallgrímsson sem býr í Kív fór ekki varhluta af árásunum í nótt. Hann eyddi nóttinni á baðgólfinu í íbúð sinni. Við ræddum við hann fyrir í dag. Mamma, það er alltaf leið með mig. Þú ert að hringja í mig hérna í miðri útsendingu til RÚV í kvöldfréttirnar. Það er alltaf leið með mig. Óskar var nýkominn úr langþráðu fríi þegar árásirnar hófust. Ég steinsofna klukkan 12 eða eitthvað. Síðan bara hálftíma seinna þá bara heyrist svakaleg sprenging og ég var svo þreyttur eftir ferðalega, ég vakna ekkert við en ég vakna við það bara að það sé bara sprenging eftir sprenging eftir sprenging og konum mín er bara Óskar, vakna, við erum að vanna bað. Þau eyddu svo því sem eftirlifði nætur á baðgólfinu. Og síðan erum við bara með teppi og yfirleitt ganga þessar árásir frekar hratt fyrir sig og hérna en í þetta skiptið þá bara héldu það bara áfram. Árásir Rússa héldu áfram langt inn í nóttina. Óskar fékk tilkynningar yfirvofandi árásir fram undir morgun. Þannig að þetta var bara 5, 6, 7 klukktíma árás og hérna mikið háar og miklar sprengingar í loftinu. Nokkur hverfi í Kív urðu fyrir árásum og Óskar fór á vettvang í morgun. Þar virðist flugskeyti hafa sprungið á leið til jarðar
og sprengjubrotunum rengt niður yfir stórt svæði. Það voru ansi mörg hús þar sem eitthvað hefur lent í og margir sem mistu heimili sín þar örugglega ég veit ekki 200 íbúðir, 300 íbúðir kannski. Bandaríkjaforseti tók á móti Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, og Jens Stoltenberg, utanríkisráðherra, í Hvíta húsinu síðdegis. Meðal þess sem leiðtogarnir ræddu var stríðið í Úkraínu og tollastefna Bandaríkjanna. Rétt eins og Ísland stendur Noregur utan tollabandalags Evrópusambandsins og því mikið í húfi. Bandaríkin settu 16% toll á Noreg fyrir nokkrum vikum en beitingu hans var frestað 90 daga. Settur var 20% tollur á ESB. Eigendur skemmtistaða í Reykjavík hafa verið varaðir við 3 mönnum sem sakaðir 2 hópnauðganir með stuttu millibili. Þeir eru nú á bannlista skemmtistaðar sem þeir sóttu. Mennirnir ganga enn lausir. Eins og greint var frá í kvöldfréttum í gær hafa 2 konur lagt fram kæru til lögreglu vegna hópnauðgana sem áttu sér stað með 2 vikna millibili undir lok síðasta mánaðar. 3 menn eru til rannsóknar vegna beggja málanna. Grunur að þeir hafi byrlað konunum Ólífjan, farið með þær í íbúð í Vesturbæ Reykjavíkur og brotið á þeim. Konurnar þekktust ekki. Lögregla fór ekki fram á gæsluvarðhaldi yfir mönnunum en einn var úrskurðaður í farbann. Elín Agnes Æde Kristínadóttir yfirlögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir í samtal við fréttastofu að rannsókn málsins sé í þokkalegum farvegi. Hún vill hins vegar ekki svara hvers vegna ekki hafi verið farið fram á gæsluvarðhald. Stundum séu ástæður fyrir því að verklag sé með ákveðnum hætti. Þá vildi hún ekki tjá sig hvort almenningi stafi ógn af mönnunum. Mennirnir eru spænskumælandi samkvæmt heimildum fréttastofu. Móðir annars brotaþolans birti færslu á Facebook, þar sem hún biðlaði til fólks að nýta málið ekki til að ýta undir múslimahatur eða hatur gegn fólki á flótta. Gagnrýni ætti fyrst og fremst að beinast að réttarkerfi sem hefði ítrekað brugðist þolendum kynferðisofbeldis. Grunur að þeir hafi byrlað konunum Ólífjan á sama skemmtistæðnum. Í færslum á samfélagsmiðlum talað að mennirnir hafi meðal annars haldið til inná og fyrir utan English Pub. Arnar Þór Gíslason eigandi English Pub segir í samtali við fréttastofu að lögregla hafi ekki haft samband vegna málsins. Hann telur sig þó vita hverjir mennirnir eru. Búið að banna þá á staðnum og vara aðra skemmtistæða eigendur í miðbænum við þeim. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, vertu velkomin. Þarna eru 3 menn sakaðir 2 hópnauðganir með stuttu millibili en samt fer lögregla ekki fram á gæsluvarðhaldi yfir mönnunum og þeir ganga lausir. Hvað finnst þér það? Þetta eru stórhættulegi menn, augljóslega, eins og þetta lítur út fyrir mér og flestum öðrum og lögreglan verður að skýra það betur af hverju þeir sæta ekki frelsissviptingu. Þetta varðar öryggi og þetta varðar öryggistilfinningu líka og þetta varðar traust til yfirvalda að verja borgarana. Af því að þeir hafa gert þetta í tvígang og þetta er skipulagt, þetta er yfirlögðu ráði og eins og ég segi, lögregla þarf að svara því af hverju stórhættulegi menn ganga lausir. Síðustu 5 ár hafa hátt í 7 hópnauðganir verið kærðar til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á ári. Svona jafnæði, það sem af er árið þá eru það strax orðnar 6 og það er ennþá bara apríl. Hvað segir þetta okkur? Ég vona að þetta segja okkur ekki það að þetta hópnauðgunum sé að fjölga. Ein er of mikið, en ég vil líka taka fram að brotaþolar hópnauðgana sem koma til Stígamótar eru miklu fleiri. Það er 12 til 30 á ári, hefur ekki farið fjölgandi síðustu ár. Við vorum að gefa út áskýrsluna og það er 12 í fyrra. Þannig að við sjáum svo sem ekki þessa aukningu hjá okkur en við sjáum nú yfirleitt ekki fyrir en síðar. Fólk fer fyrst á neyðarmóttökuna og áfallameðferð þar og síðan koma til Stígamóta. Þannig að ég þori ekki að segja en ég vona svo sannarlega þetta sé ekki aukning. Heldur að þolendur í svona málum, hópnauðgunarmálum, veigri sér frekar við að leita sér aðstoðar einmitt af því að gerendur eru fleiri en einn? Nei, ég held að það sé mjög persónubundið, hvort að fólk leiti sér aðstoðar. Ég held að það sé ofta erfiðara þegar algengustu kynferðisbrotin eru af hendi einhverju nákomins, maka eða ættingja eða vinar eða kunningja og ég held að það getur oft verið mjög erfitt í þeim tilvikum að leita sér aðstoðar.
en það er alveg sjálfstætt áhyggjuefni að einungis 7-17% kæra af þeir sem koma til Stígamóta, Kvennaathvarfsins, Bjarkarhlíðar og svo framvegis. Þannig að það er augljóst að fólk hefur ekkert gríðarlega trú á réttlæti í gegnum réttarkerfið. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, takk kærlega fyrir komuna í fréttir. Við snúum okkur á öðrum. Akureyringar sem búa í grennd við húsnæði fyrir fólk með fjölþættan vanda segjast óöryggir við heimili sín. Einhverjir vilja að bæjarinn kaupi íbúðir þeirra. Forstöðumaður segir bæinn vilja gera betur. Það skiptir okkur gífurlega miklu máli að hér skapist samfélagsleg sátt þennan málaflokk og þess vegna einmitt eru við í þessu núna að hugsa þetta til framtíðar. Íbúðir fyrir fólk með fjölþættan geð- og vímuefnavanda á Akureyri eru 17. Þar af eru 8 í 2 húsum hlið við hlið á Oddirinni. 3 íbúðir í húsi í Holtahverfi en skammt frá eru 4 smáhýsi ætluð sama hópi. Íbúar á Oddirinni og í Holtahverfi hafa margsinnis kvartað til bæjarins vegna óöryggis. Það séu oft átök við húsin sem að endi með komu lögreglu og sjúkrabíla. Félagsþjónustan bauð íbúum til fundar vegna stöðunar. Þeir hafa lýst auknum innbrotum, eignaspjöllum og áreitni við heimili sín. Íbúar og félagsþjónustan virðast á sama máli og of mörgum úrræðum hafi verið komið niður á sömu stöðunum í smáum samfélögum. Þannig að það er bara þannig að ef það er svona mikill þungi og því þyngra verða aðstæðurnar og umhverfið. Þannig að já, við stefnum á því að hafa ekki fleiri en 4-5. Þannig að 8 er of mikið, já. Á Akureyri býður félagslega kerfið upp á 2 tegundir húsnæðis, almennt félagslegt leiguhúsnæði og síðan þessi sértæku úrræði. Félagsþjónustan telur vanta annað þrep þarna á milli. Það sem að þú færð umhverfi til þessa sem að styður við þig í þínu barnaferli. Og þannig að við sjáum fyrir okkur svona köllum þetta áfangaheimili. En já, þannig að það er svona það sem okkur langar að búa til, þetta millistig. Núna er talið að 15 manns hafi ekki öruggan samastað á Akureyri, þó að sé erfitt að fá nákvæmar tölur heimilisleysi. Á teikniborðinu eru 5 smáhýsi til viðbótar sem ætlunin er að byggja í Síðuhverfi, skammt frá verslunarkjarnanum Norðurtorgi. Þangað til hyggst bærinn auka eftirlit og þjónustu við önnur úrræði. Að auka viðveru fagfólks á svæðinu, það höfum við verið að gera. Auka samstarf við lögreglu, heilbrigðisstarfsfólki og svo þetta samtal við nærumhverfið. Forsætisráðherra Indlands heitir hörðum refsingum gegn þeim sem drápu 25 Indverja í hryðjuverkaárás á þriðjudag í hinu umdeilda Kasmír. Þetta er ekki fyrsta sinn sem til átaka kemur í þessu róstusama héraði sem Indverjar og Pakistanar hafa deilt svo lengi sem elstu menn muna. Árásin er svo mannskæðasta í Kasmír í aldarfjórðung. Andspyrnu fylkingin Vígasamtök aðskilnaðar sinna lýsir árásinni á hendur sér. Hún var gerð í indverska hluta héraðsins og allir sem voru drepnir voru Indverjar, utan eins sem var frá Nepal. Forsætisráðherra Indlands heitir þungum refsingum. Hryðjuverkamennirnir séu hvergi óhultir. We will pursue them to the ends of the earth. Þrátt fyrir að pakistönsk yfirvöld harðneiti aðild að árásinni, ákvað móti að draga skildi úr milliríkjasamskiptum við Pakistan. Nú þegar hefur megin landamærastöð milli ríkjanna verið lokað og hernaðarlegir erindrekar sendir heim. Óttast er að samskipti þessara tveggja kjarnorkuvelda og svörnu óvina versni enn frekar. Kasmír er beint norður af Indlandi og norðaustur af Pakistan. Pakistan fer með yfirráð í norðurhlutanum og Indland í suðri, en löndin tvö hafa háð harkalegar deilur yfirráð í hartnær 80 ár, allt frá því að ríkin tvö voru stofnuð. Samtök aðskilnaðar sinna í indverska hluta Kasmír hafa löngum barist gegn yfirráðum Indlands og vilja ýmist samruna við Pakistan eða fullt sjálfræði. Aftur hingað heim. Isavia vill ná stjórn á ástandi sem ríkt hefur á leigubílastæðinu og Keflavíkurflugvelli og hefur því ráðið starfsmann til að hafa eftirlit með leigubílstjórum og leiðbeina farþegum. Stjórnleysi er það orð sem leigubílstjórar hafa notað ástandi hér á Keflavíkurflugvelli undanfarin misseri. 100 leigubílstjórar hafa gerst uppvísir að ýmiss konar brotum og Isavia hefur séð þann eina kost í stöðunni að ráða hingað nokkurs konar leigubílavörð. Já, það er bara skelfilegt ástand. Það er bara að segja þetta eins og er. Var ástandi orðið það slæmt að þurfti að bregðast við? Já, við hlustuðum á leigubílastöðvarnar og leigubílstjóra og þeir óskuðu eftir því að það væri einhvers konar viðvera
og við vildum þá þar að leiðandi bregðast við þeirri beiðni. Fjöldi leigubíla var fyrir utan Leifsstöð þegar fréttastofu bar að garði í dag. Leigubílstjórar vildu fæstir ræða við fréttastofu í mynd en sögðu að breytt umhverfi í kjölfar nýrra leigubílalaga hefðu skapað villt af verstusástand sem væri uppfullt af svindli, hótunum og jafnvel ofbeldi. Lögmál þeirra bara eitt. Ná nógu miklu pening, það skiptir ekki máli hvernig þið fá það. Það var nú eitt hérna sem var laminn og svo tók Ísafjörn og bannaði hann hérna ævilangt að koma inn og hann var bara kýldur. Þó töldu ekki allir að ásakanir svindl væru á rökum reistar. I don't believe so. Totally I don't believe so. It's just kind of propaganda and everyone is using by mirror and we have a price list on the board and I don't think so. Propaganda from who? For some companies, specific companies who've been working here like a long time, 100 years, maybe more. Þá sé of mikið af leigubílum á stæðinu. So sometimes we're waiting only for like 3 hours to 4 hours or 5 hours and then we can get only like a couple of weeks. It's not good for us. We know this some other people cheating. But for me, we are not cheating. Það þarna úti hús, eins og þið getið séð, grátt hús. Það kaffistofan okkar, nú þetta bara bænahús. Við förum aldrei inn og við komumst mikið inn. Við komumst mikið á klósettinu sinni. Kaffistofan í eigu Isavia. Þegar fréttastofa leið þar við var henni vísað á dyr þar sem menn voru þar við bænis. Yeah, because it's like private property. 10 akureyringar voru skírðir í Glerárkirkju í dag í svokallaðri skyndiskírn. Færri komust að en vildu og presturinn segir að endurtaka eigi leikinn. Ég skýri þig í nafni Guðs, Sonar og heilags anda. Þó að skírnarathafnir eins og þessar séu reglulegir viðburðir í kirkjum landsins, þá nýlunda að fjölskyldunar komi hver af annarri og 10 séu skírðir sama síðdegið. Í Jesú nafni, amen. Takk fyrir. Systurnar Stefanía og Hekla, 13 og 10 ára, voru meðal skírnarbarna dagsins. Hver átti hugmyndina að því að koma? Mamma. Og hvernig list ykkur á? Bara vel. Já, þetta bara sniðut, sko. Ég að fara að fermast, þannig bara sniðut að geta gert þetta svona saman. Prestarnir áttu helst von á börnum nærri fermingaraldri en sögðu hafa komið á óvart hve mikil breidd væri í hópnum. Það að koma 2-13 mánaða, það eru 3 ára og 5 ára og bara, já, á öllum aldri. Hildur segir margar ástæður fyrir að fólk velji svona einfalda fljótlega athöfn. Við erum eitt barn sem var alltaf svo rosalega óvart, þannig að það var aldrei tími í þetta. Svo eru það dásalegu COVID-börnin okkar, þar sem að það var bara ekki, já, í rauninni hægt að halda veislur. Og fjölskyldurnar virtust sælar með þessar hraðafgreiðslu á hinum hefðbundna skírnardegi. Kökur í boxum, djús í flöskum og auðvitað snögga myndatöku með skírnarbörnunum. Hildur segir þetta alls ekki verða síðustu skyndiskírnirnar í Glerárkirkju, enda komust færri að en vildu. En algjörlega, því það bara aðstæðu fólks eru mismundi, það sem hentar á einum tíma, hentar kannski ekki á öðru. Þannig að ég held að við þyrftum kannski bara kirkjan öll að vera duglegri að opna svona daga. Sumarið kemur eftir smá, sagði ungur gestur á Árbæjarsafninu í dag. Sumardagurinn fyrsti var með bjartara móti þetta árið. Hlutverk skátanna var að venju stórt, enda áratuga hefð fyrir hátíð hjá þeim með undirspili lúðrasveita. Í morgun var fjölmenn skrúðganga skólahljómsveitar Vesturbæjar og Miðbæjar frá Melaskóla yfir í Vesturbæjarskóla þar sem haldið var upp á sumarið. Upp úr hádegi gekk svo skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts með skátafélaginu Árbúum yfir í Árbæjarsafnið og fylgdu margir með í sólskininu. Þetta orðið mjög stórt. Þetta í kringum 1500 til 2000 manns sem kom á safnið. Þannig að þetta stærsta fjáröflun fyrir krakkana á hverju ári. Þetta dagur þar sem við fagnum komu sumarsins og svona ein af elstu hefðunum kannski þetta með sumargjafirnar. Af því að sumargjafir eru miklu eldri heldur en jólagjafir á Íslandi. Ég náttúrulega farastjóri fyrir íslenska farahóp sem að fara núna til Færeyja næsta sumar, þetta sumar í ágúst, júlí og við erum hér á Árbæjarsafninu að styrkja gott málefni og að setja pening fyrir þetta fjáröflun.
sumardagurinn fyrsti er náttúrulega fyrsti dagur Hörpu og er þá líka yngismeyjadagurinn. Þannig að það var líka siður stundum að gefa yngismeyjum einhverja gjöf á þessum degi. Hvernig verður sumarið? Ég veit ekki hvernig hann verður en ég veit og það eftir smá. Ég held að þetta verður gott sumar. Af hverju? Það er bara frekar gott veður akkurat núna svo. Ég er að vona að það verður gott. Verður þá bjartsýnn? Já. Er hægt að halda skrúðgöngu að þess að vera með hljómsveit og túbuleikara? Það er ekki hægt. Það er bara ekki möguleiki. Ég ætla að báða popp og kandilós og öll að skemmta mér. Sól og gott veður og gras og blóm og... Sumarið það verður sól, það verður blíða, það verður yndislegt. Það verður bara allt gaman og geggjað. Ég sé þetta fyrir mér. Og fyrir norðan var margt gert í tilefni dagsins. Braskvintet Norðurlands spilaði utan dyra. Sungið var fyrir þau yngstu í Hofi og keppti strandblaki í Kjarnaskógi, svo eitthvað sé nefnt. Og sumardagurinn fyrsti var haldinn hátíðlegur á Hvammstanga í dag með sama sniði og gert hefur verið allt frá árinu 1957. Veturkonungur og sumardísin ásamt yngstu skólabörnunum leiddu skrúðgöngu áður en sumardísin tekur við veldisbrotanum. Líf og fjörum landa allt, en þá skulum við skoða veðrið. Sumarið fór ágætlega af stað og dagurinn var fremur sólríkur og mildur vestan og norðan til á landinu. Hitinn náði hæst tæpum 17 stigum á höfuðborgarsvæðinu, en næturfrost mældist nokkuð víða norðanlands og þá mest tæp 7 stig á Torfum í Eyjafjarðarsveit. Suðlægir vindar verða ríkjandi næstu daga og því áfram milt, en rignt getur þó á köflum sunnan og vestanlands. En nánar veðrið hér að loknum íþróttafréttum. Eyjamenn virðast kunna vel við sig á Þórsvelli í Vestmannaeyjum á meðan framkvæmdir standa yfir á Hásteinsvelli. IBVF tók á móti Fram í dag. Víðavangshlaup ÍR var haldið í 100. og 10. sinn í dag. Rúmlega 800 hlauparar hófu sumarið með því að hlaupa í miðborg Reykjavíkur. Og leikmenn Róma vottuðu Frans Páfa virðingu sína. Ekki verður leikið í ítölsku A-deildinni fótbolta fyrir að lokinni útför Páfa. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við renna yfir helstu atriði frétta. Rússar drápuðu að minnstakosti 12 manns og særðu tugi annarra í loftárásum á Kív í nótt. Árásirnar eru þær mannskæðustu í borginni í næstum ár. Íslendingur í borginni leitaði skjóls frá árásunum á baðgólfinu. 3 menn sem grunaðir eru 2 hópnauðganir eru á bannlista á skemmtistað sem þeir sóttu reglulega. Eigendur skemmtistaða í miðbænum hafa verið varaðir við þeim. Talskona Stígamóta furðar sig á að mennirnir gangi lausir. Íbúar í 2 hverfum á Akureyri hafa kvartað ótal sinnum vegna eignaspjalla, hávaða og innbrota sem tengjast íbúðum fyrir fólk með fjölþættan vanda. Bærinn vill dreifa úrræðunum betur. Og blíða og birta var víða í dag á sumardaginn fyrsta. Ungir veðurspekingar segja að sumarið verði gott og komi eftir smástund. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Það eru engar 10 fréttir í sjónvarpinu í kvöld sumardaginn fyrsta, en þær eru á sínum stað í útvarpinu og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Við þökkum ykkur samfylgdina í dag, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Benjamin Dúfa, bíómynd byggð á sögu Friðriks Erlingssonar. Í henni segir frá nokkrum vinum í litlu hverfi. Tíma er lífið eitt óslitið ævintýri, en svo koma brestir í vináttuna. Ævintýrinu lýkur skyndilega og kaldur raunveruleikinn tekur við.